Já, við erum hérna í litlu vídeo með sérstakann þrýðning. Þegar við skoðum hérna upplýsingarnar, í þrýðningnum ABC er B hornið jafnt á 45 gráður, hornið C 75 gráður og hliðin B 25. Við vitum þetta C horn hérna allt, við vitum þetta B horn og við vitum þessa hlið hér. Það borgar sér strax að finna þetta horn A. Það er 180 gráður mínus hinn 2 og það kemur ljós að þetta er 60 gráður. En þegar við skoðum hana þrýðning þá er ekkert á þessum hornum hérna 45, 45, 90 eða 30, 60, 90. Þannig að til þess að redda því þá býr til þessa litlu hæð hérna. Og því býna til þá kemur 90 gráður horn hérna báðum megin. Og ef þetta er 60 gráður og þetta er 90 þá er þetta horn hérna ekkert annað en 30. Og ef þetta er hérna 90 gráður og þetta er 45 þá hlýtur þetta horn hérna að vera 45 gráður líka. Við getum líka hort á það, 75 gráður mínus 30 er 45. Eða, ef við snúum þessu við, 75 mínus 45 er 30. Nú, það eru meiri upplýsingar gefnar í vinstri þrýðningnum heldur en þeim hægri, þannig að við byrjum þar. Og þetta er langhliðin. Og samkvæmt formúlunni þá, eða reglum, þá er lengri skammhlið, þá er langhliðin jöfn tvöfaldri skemmri skammhlið. Það er að segja, hún er tvöfald lengri heldur en þessi hér. Hún getur þá ekki að vera annað en 11, því að tvöfald það er 22. Lengri skammhlið er jöfn skemmri skammhlið sinnum kvadratrótina 3. Það er að segja, þá tek ég skemmri skammhliðina 11 og ég margfaldar var með kvadratrótina 3. Þá er lengri skammhlið komin. Þá eru allar hliðar komnar hérna í þessum þrýðning hér, þá sný ég mér að hinum og það vill hann til að því að hann er 45, 45, 90, þá er þessar hliðar hér, það eru jafn langar, þessar gulu. Þannig að því þessi er 11 sinni kvadratrótina 3, þá er hinn það líka. En reglan fyrir 45, 45, 90 segir að langhliðin er jöfn skemmri skammhlið sinni kvadratrótina 2, sem þýðir hérna er smá villa. Hérna á að standa 11 sinni kvadratrótina 3 sinni kvadratrótina 2. Það er að segja skemmri skammhlið sinni kvadratrótina 2. Þannig að þú tekur tillit til villunar hérna. Þegar ég reikna þetta síðan út þá get ég sameinað kvadratrótina 3 og 2 undir sömu rót og það verður þá 2 sinni 3 er 6. Þannig að bláa hliðin er þá 11 sinni kvadratrótina 6. Þannig að ég er komin hérna með raun og veru nokkrar upplýsingar. Ég er komin með A-hliðina. Þetta er hornið A. Hliðin A er þá þessi bláa, 11 sinni kvadratrótina 6. Hann býður líka hliðina C. Hornið C er hérna uppi og hliðin C er þá þessi hlið hérna. Og nú verð ég að gæta mín. Hér er möguleiki á villum því að þannig er að öll hliðin C er þessi partur hér, hvíti, pluss þessi guli partur hér. Og ég verð að gæta mín að ég get ekki lagt þetta bara sem svona saman og fengi kannski 22 sinni kvadratrótina 3. Ég má það ekki. Þannig að svarið er einfaldlega bara önnur skammhliðin pluss hinn. Það er bara önnur hliðin pluss það sem vantar upp á. Þannig að þessi hlið hérna öll er 11 pluss 11 sinni kvadratrótina 3. Það byrjum við síðan að finna flatarmálið. Flatarmálsformúlan er hérna rétt við og stækkum hana. Flatarmálsformúlan er þannig að það er grunnlína sinnum hæð deilt með 2. Grunnlínan er öll hliðin hér, 11 pluss 11 sinnum kvadratrótina 3. Hér er hún gul. Sinnum hæðin og hæðin er hérna 11 sinnum kvadratrótina 3. Hér er þá hæðin. Þegar ég reikna það síðan saman þá er þetta eiginlega 2 liðir hérna uppi og hann er 1 liður hérna 11 sinnum rótina 3 sinnum 11 sinnum rótina 3. 11 sinnum 11 er 121 en kvadratrótina 3 sinnum kvadratrótina 3 er í raun og veru þetta, sjá aðeins að minni penna, kvadratrótina 3 sinnum kvadratrótina 3 er í raun og veru
sameiginlega 3 sinnum 3 undir sömu rót, sem er eiginlega kvaðratrótin af 9. Og þegar ég tek kvaðratrótin af 9, þá er það eiginlega bara jafnt og 3. Þannig að það sem er að gerast hérna er að 11 sinnum 11 verður 121, kvaðratrótin af 3 sinnum kvaðratrótin af 3 verður 3. Ég klára þetta, 121 sinnum 3 er 363. Nú fyrst má ég leggja saman hérna uppi. 11 pluss 363 er 374, deila með 2, flatamál er 187. Takk fyrir.